Systir, þegar ég hlusta á biblíukennslunar sé ég að sífellt spurt hvernig við, sem trúum, eigum að boða fagnaðarerindið. Í gegnum margar biblíukennslur hef ég safnað saman ýmsum svörum, en ég hef tekið eftir því að þau eiga öll eitt sameiginlegt. Þú svarar sömum bræðrum og systrum með því að útskýra hvernig við eigum að gera þetta, en við aðra segir þú að það sé skylda okkar, því eitt af hlutverkum okkar sé að boða verk Drottins, lofa hann og kunngera verk hans. En á öðrum stundum, systir, hef ég líka heyrt þig segja að við eigum ekki að tala of mikið, heldur einfaldlega að segja við viðkomandi. Ég býð þér í kirkju þar sem Guð opinberar sig. Kærar þakkir. Já, það fer eftir manneskjunni, þeim sem boðar fagnaðarerindið. Það eru til einstaklingar sem eru fáorðir. Þeir geta ekki tjáð vel það sem þeir finna, vegna þess að þá skortir orð til að tala við fólk. Þar sem þeir hafa ekki nauðsynleg orð, segja þeir einfaldlega, í kirkjunni sem ég sæki opinberar Guð sig og talar, og það er allt og sumt. Í kirkjunni sem ég sæki gerir Guð kraftaverk og læknar. Ert þú veikur? Farðu þangað, þá mun Guð lækna þig, með því hefur hann þegar boðað fagnaðarerindið, því hann hefur ekki hæfileikan til að tala lengi eða kenna kenninguna og boða fagnaðarerindið ítarlega. Þess vegna segir hann einföld orð. Þetta fer því eftir einstaklingnum sjálfum og því hvernig hann getur boðað öðrum fagnaðarerindið. Sá sem er mælskur talar meira og segir margt. En sá sem hefur ekki orðaforðan eða er feiminn segir einfaldlega 3 hluti, Guð talar í kirkjunni minni. Þar gerir Guð kraftaverk og lækningar. Það er það eina sem ég veit. Ef þú vilt, get ég gefið þér heimilisfangið, það er svona. Það fer eftir hverjum og einum. Já. Þetta var einmitt spurningin mín, systir, því ég hafði einnig í huga vitnisburðin þar sem bróðir Louis var eitt sinn boðinn heim til fólks. Þau sem buðu honum bjuggust við að hann myndi prédika fyrir þeim, en það varð ekki raunin. Þegar ég tengdi saman öll þessi svör hugsaði ég með mér að boðun fagnaðarerindisins væri gjöf frá Drottni og að hún krefðist andlegrar dómgreindar. Við ættum því að biðja Drottin. Áður en við tölum við einhvern Guð að gefa okkur þá dómgreind sem þarf til að vita hvort við eigum að segja mikið eða lítið. Hvort við eigum að nefna eitthvað á þeirri stundu eða hvort augnablikið sé ekki heppilegt. Hvernig eigum við að bera okkur að svo að við fyndum fólki ekki frá okkur? Og hvernig eigum við að tala þegar einhver kemur til okkar og segir okkur frá þrengingum sínum? Og við teljum okkur hafa svarið og viljum hjálpa, en vitum jafnframt að viðkomandi er kannski ekki tilbúin að taka því vel á þeirri stundu. Hvaða visku eigum við að biðja Guðum, svo að við getum alltaf sagt rétt orð á réttum tíma? Kærar þakkir, systir. Nei, það þarf ekki að hafa andagáfu til að vita hvort maður eigi að tala eða ekki tala. Nei. Það er líka til gjöf sem Guð gefur mörgum. Það er fólk sem virðist hafa þessa gjöf, þessa náð og boðar fagnaðarerindið fyrir öllum sem það heitir. Það talar við alla sem verða á vegi þess og býður þeim. Þetta er eins og sérstök náð, gjöf eða hæfileiki sem sú manneskja hefur. Ég dáist að slíku fólki. Ég sjálf, þar sem ég er svo feimin, boða engum fagnaðarerindið. Ég geri það ekki, því ég er mjög feimin og á ekki auðvelt með að hefja samtal við fólk sem ég þekki ekki. Þess vegna er ég hljóðlát. En þegar einhver gefur mér tækifæri og segir mér eitthvað, þá getur enginn þagga niður í mér. Jæja, það eru til einstaklingar sem ég dáist að, sem tala við alla. Þeir skammast sín ekki, eru ekki feimnir eða hikandi, heldur tala við alla og bjóða þeim að koma í kirkjuna. Ég dáist að þessu, því mér finnst þetta ekki vera öllum gefið, heldur þeim sem hafa þetta hugrekki og þessa náð sem Guð gefur hverjum og einum. Ég held að hvert og eitt okkar hafi sitt verkefni, sitt starf. Þess vegna segi ég við Drottin, ef það ætti að vera mitt hlutverk að boða fagnaðarerindið, þá myndi ég ekki vinna eina einustu sál, því ég tala ekki við fólk, en þá segja þeir við mig. En þú vinnur samt sálir, því þegar þú kennir, þá vinnur þú margar sálir, jæja, ég vona að það sé þannig. Ef Drottin spyr mig hversu margar sálir ég hafi unnið með því að boða fagnaðarerindið, þá eru þær mjög fáar. En þegar er að ræða fólk sem maður þekki vel, fólk sem maður hefur þekkt lengi og sem hvorki sækir kirkju né leitar Guðs, þá myndast vinátta við það. Síðan segir það við mann, ég er veikur, eða ég gengi gegnum mikla þrengingu, eða þetta kom fyrir mig, þá segi ég, farðu í kirkjuna.
Farðu í kirkjuna svo Guð geti huggað þig, tala til þín. Leitaðu Guðs og þú munt sjá að allt þetta mun líða hjá, þá er ég ekki lengur feimin, heldur segi ég hlutina eins og þeir eru. Og auðvitað boða fordæmi mitt. Þetta er gjöf, hæfileiki eða náð sem hver og einn finnur í hjarta sínu til að gera. Og hver og einn vinnur sitt verk. Ég dást mjög að þeim sem elska að tala við alla sem verða á vegi þeirra. Ég dást að þeim. Ég get það ekki sjálf, en ég ber mikla virðingu fyrir þeim. Engu að síður notar Guð eina leið eða 1000 leiðir til þess að fólk fái að heyra fagnaðarerindið. Jæja, haltu bara áfram að vinna þitt verk. En ekki reyna að líka eftir mér. Tó vitnisburður líka fagnaðarerindið fyrir mörgum. En systir, þetta snýst ekki andagáfu eða neitt slíkt, heldur einfaldlega það hvort þér finnst gaman að boða fagnaðarerindið. Ef þér finnst það, þá gerir þú það. Þú hugsar ekki einu sinni hvenær eða hvernig þú gerir það. Þú gerir það einfaldlega af sjálfu sér. En það eru líka einstaklingar sem geta það ekki. Kannski er það eins og hjá mér. Þeir eru feimnir við að tala við fólk eða ávarpa það. Til dæmis þegar ég fer til læknis eða hitti annað fólk af því tagi, segi ég þeim aldrei að ég sé kristinn eða neitt slíkt. En þau taka eftir því að það er eitthvað sérstakt við mig, eitthvað öðruvísi. Þau segja, hver skildi þessi kona vera, síðan fara þau að leita að mér á internetinu, komast á því hver ég er og segja við mig, ég finn eitthvað svo fallegt hjá yður. Nærvera yðar veitir mér frið, þannig tala þau við mig. Þau rannsaka hver ég er. Og ég segi bara, jæja, takk fyrir. Þetta eru hlutir sem Guð hefur lofað mér. Drottinn hefur lofað mér að þegar ég fer göturnar og er meðal fólks, þá muni hann stundum blessa suma, ef til vill vegna nærveru minnar eða jafnvel skugga míns. Ég sé að þetta rætist í lífi mínu. Þá segi ég við sjálfa mig, þetta er lofvort Drottins sem hann hefur ent. En hvað varðar boðun fagnaðarerindisins vona ég að ég vinni að minnstakosti eina sáf. Ég vona það. Ég segi ekki strax, komdu, því ég hugsa, tíminn er ekki kominn enn. Ég ætla ekki enn að bjóða þessari mannesku í kirkjuna, því ég sé að rétti tíminn er ekki kominn, þess vegna bíð ég. Aðrir hugsa ekki þannig. Þeir velta því ekki fyrir sér hvort tíminn sé réttur, heldur byrja einfaldlega að tala við viðkomandi strax. Þannig gerist það. Þá segi ég, jæja, hann varð á undan mér, því ég beið eftir rétta tækifærinu til að bjóða þessari mannesku í kirkjuna, en hann fór og bauð henni áður en ég gerði það, svona gerist þetta. Þetta snýst ekki andagáfu.